Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudegi í aðdraganda kreppu. Rauða borðið er búið að vera hérna, í gær var þáttur númer 40, þetta er þáttur númer 41 og ég fór aðeins að hugsa aftur og það eru 9 vikur síðan að fyrsti þáttur var og í fyrsta þættinum kom Árni Daníel Júlíusson, sagnfræðingur og við vorum að ræða svona búsaldabyltingun og arfleiðin hennar, hvort það væri eitthvað í arfleið búsaldabyltingunnar sem myndi kannski nýtast fólki í að mæta fyrir sjáanlegri kreppu sem við töldum okkur sjá þá að væri að koma. Í þætti númer 2 kom Ásgeir Brynjar Torfason og við vorum að ræða það hvers svona kreppu þetta væri, hvort það væri hversu djúp hún væri, því að á þeim tíma var verið að tala að þetta væri svona ágjöf, að var að fara ekki skaflinn, ég veit ekki hvort þið munið þetta, hvernig var orðfærið á til dæmis ráðherra ríkisstjórnarinnar og seðlabankastjóra og öðru slíku, það talaði að þetta væri snögg niður leið og síðan jafn snögg leið upp aftur, svo kvöldið vafkreppa og í skamma tíma, menn gerði ráð fyrir að ferðamennir myndi að koma svona í júlí og allt yrði við það sama fljótt aftur. En Ásgeir var svartsýnn þetta þá og hann hefur síðan fylgt okkur í þessum þáttum og hefur eiginlega haft forystu í hópi hinna svartsýnu við Rauða borðið síðan þá. Og það er ekkert út af þessu tilefni, það bara vill svo til að ég var búinn að heyra í þeim báðum að koma og hitta mig hérna við Rauða borðið á þessu föstudagskvöldi. Þannig að þeir eru hérna hingað komnir. Og mér langar kannski bara að byrja á því að því að það er svolítið talað þessa tíma, það gerist allt svo hratt og þetta fólk lengi að átta sig á því hvað raunverulega framundan, hvers eðlis þessi kreppa það tekur tíma svona að sökkva inn í það tekur tíma fyrir hérna allra bjartsýnu að svona kyngja því að kannski sé þetta ekki spjart og menn reiknuðu með og það svona tekur tíma fyrir fólk að átta sig á hvað þessi kreppa að reyna, hvernig hún að breyta hugmyndum okkar og hverju, það ekki alltaf augljóst alveg í upphafi. Það er svona langt með kannski að byrja spurninguna, ég byrja á þér á þetta, Daniel, ef þú reynir að horfa svona 9 vikur aftur í tímann. Hvernig þú sást kreppuna sem við erum að fara að ganga inn í núna fyrir þér þá, eða það sem að hún virðist vera í dag, einhver munur á þessu? Getur þú greint það? Já, ég ekki viss sko, ég held að ég hef talað vitnaði Gylfa Magnússon að kreppan væri nú þegar orðin bara svakalega djúp og hún bara að dýpka. Eftir því sem að tölurnar koma þá það svartari og svartari. Og hitt var að sko verkalýðshreyfingin væri kannski í svona tiltölulega sterkri stöðu með góða forystu og við höfum séð það líka svona rætast að við erum með Eflingu að klára sinn slag við Kópavog með stæl, með glans og með ASÍ forystuna mjög ákveðna gegn þessum tilfæringum hjá Icelandair til dæmis og eitthvað sem nefnt. Þannig að þetta svona bara, já, ég held að við séum bara í svipuðum svona pælingum sko. Og kannski svo jafnt erfitt núna eins og þá kannski að meta það hvað áhrif kreppan hefur því að hún kannski ekki farin að býta einstaklinga og heimili ennþá. Það kannski komin yfir fyrstu svona skertu útborgunar mánaðamótin. Næst koma þau áfram skert hjá stóru hluta fólki og það kannski ekki fyrir að líða á að við kannski getum séð hvaða afleiðingar kreppa muni hafa á svona. Já, sko, eins og við sáum til dæmis í hruninu, þá fór þetta ekki að býta fyrir kannski bara alveg 2010, allavega hvað mig persónulega var það, sko, og kannski, já, tók kerfið svona tíma að hrynja almennilega og ég veit ekki hvort að og svo gengur fólk á sparifé sitt og hefur ýmisleg úrræði þangað til að það er ekki kannski fyrir að þegar þau eru búin hjá góðum hluta fólki að það verður svona alvöru kurkur í almenningi. Já, en sko það munurinn sá að þá kom uppreisnin strax bara leið en hrunið kom svolítið síðar sko. En núna erum við með sem sagt Rauða borðið og það er bara alveg að virka fínt sko. Hér umræðuvettvangur sem að
sem að svona mjög bara skilar þeim áhyggjum sem fólk hefur og kemur kannski einhverju marki í staðinn fyrir Austurvöllinn. Herðu Ásgeir Brynjar, svona í þínu fagi eiginlega mest talað að eldri hugmyndir séu bara að hverfa, að vika séu langur tími í pólitíkinni, að bara það getur orðið umbreytingar á enn skemmri tíma í hagfræðinni og í ákvörðunum Seðlabanka og ríkisstjórnar víða heim. Ef þú reynir að rifja upp 9 vikur aftur á bak, hver munurinn? Já, hann kannski bæði rosalega mikill og ósköp hægur. Það var að koma ný hagspá frá Landsbankanum, bankanum sem við eigum saman í dag, þar sem að þeir voru búin að komast að þeirri niðurstöðu að þetta væri mesti efnahagssamdráttur í eina öld. Ég man ekki hvort að við töluðum það í fyrstu vikunni eða annarri vikunni, þá voru alveg komnar tölur þetta utan úr heimi, en það svolítið einkennandi kannski hjá hvað ég að segja, félögum mínum úr hagfræðingastétt, sérstaklega hér á landi, að alveg eins og í hruninu 2008 fjármálahruninu, að þá hagfræðin sem fag ákaflega óviðbúin svona viðburðum. Þar að segja ef maður innan svona meginstraumsins í hagfræðinni. Það eru bara kannski við sem svona í einhverjum hliðarstraumum eða jaðarstraumum, eins og ég og Ólafur Margeirsson sem hefur verið hérna hjá þér líka, sem höfum verið að lesa Minsky og þessa gömlu kalla sem hafa verið að sýna fram á í kenningum að þessi óstöðugleiki innbyggður í kerfið og þess vegna viðbúið að það komi svona áföll og að kerfið fari úr jafnvægi. En ekki það að neitt hagfræði líkan hafi verið viðbúið sem vírus, en hins vegar ef þú skoðar allar hagspárnar og tölurnar að þær byggja á því að líkönin eru stærðfræðilega sett upp þannig að þau leiti jafnvægi. Þess vegna eru allir svona helstu aðilarnir ennþá að spá að viðsnúningi á næsta ári. Þetta verður komið í lag á næsta ári og þetta verði þó mikill skellur núna og bara svona sem dæmi að það eru nú ennþá margir kannski hérlendis en ekki á mörgum öðrum stöðum að vona að þetta verði eitthvað vaff og maður komist aftur upp. Núna var ég á webinari, hvað sem það heitir nú á íslensku, svona vefráðstefnu bara fyrir dag út í Princeton, þar sem að Krugman, Nóbelsverðlaunahafi, var að tala og það var gerð svona könnun í byrjun og þetta voru náttúrulega fólk allstaðar að úr heiminum og það var upphafsspurningin sem Brúnumæri var með var hvað ég held að væri vaff, L eða tvöfald vaff, það voru einu möguleikarnir sem voru boðnir upp á og það 6% í heiminum sem trúa á vaff. Þarna voru reyndar mjög margir sem voru bæði í og tvöföldu vaffi. En þetta bara svona eitt dæmið hvernig að ef að maður hangir í einni svona ideológíu og einföldu líkingakenningakerfi sem að hefur reynst vel undanfarna áratugi að þá maður mjög óviðbúinn og þess vegna getur maður ekki alveg kannski skilið hvað að gerast og vonar þá bara með að við það kerfi að þetta sé vaff og komi upp aftur og lægist. En ég held líka bara að menn verði líka að heiðarlega viðurkenna það að óvissan núna ennþá svo mikil. Róttæk óvissa hugtakið frá Keynes, það radical uncertainty. Þannig að við getum ekkert verið að áætla almennilega hvenær við komumst út úr þessu, hvað þetta muni kosta, því að við erum bara með svo marga óvissu þetta ennþá. Fyrir ekki, má ég spyrja, sko þú talar að hagfræðingar hafa ekki gert ráð fyrir svona kreppu af völdum veiru. Ég hef svolítið verið að skoða Hong Kong flensuna 68-69
Og þá meira minna hún mjög svipuð að það kemur ný veira upp og hún breiðist reyndar miklu hraðar út heldur en koronaveiran og á innan við ári á 2 vetrum þá drepur hún hæstu áætlanir eru 4 milljónir manna og ég verið að skoða því að vinna í sögu þessa tímabils að ég verið að skoða sko fjölmiðla þetta, það ekkert neitt í líkingu við fjölmiðla umfjöllunina núna og náttúrulega viðbrögðin eru gjörólík. Það eru engin viðbrögð sem að komast neitt í líkingu við þessi viðbrögð sem að þessi veira hefur fengið og efnahagslegu áhrifin. Ég bara hreinlega hef ekki séð neitt það hvaða efnahagslega áhrif þessi Hong Kong flensa hafði en hún var að dóa til með 100.000 manns í Bandaríkjunum veturinn 68-69. Og Woodstock, ég get nefnt að Woodstock hátíðin var þarna alveg í miðjum faraldri og það var ekkert sem var gert til þess að hindra það að 500.000 manns kæmu sér fyrir á jarðskúr akreinum þarna í New York fylki eða Pennsylvania, maður ekki hvort það var. Og já, en allavega lærdómurinn af þeirri flensu fyrir hagfræðinga geta varla nýst núna. Nei, og náttúrulega það heilmikið til skoðaði hagsögunni á spænsku veikinni 1918 en það sem að menn hafa horft til líka núna er SARS og 2003-04 sko, en þessar veirur alltaf mismunandi og það náttúrulega heilmikil framþróun í vísindunum, bæði veiru faraldursfræðinni en það sem ég var kannski að meina að menn væru algjörlega óviðbúnir með það annars vegar tvennt, óviðbúnir sjokkinu eða trúa og halda að þetta verði vaff að því að líkunni segja það er svona fyrsta, að því að kemur svo skyndilegt stopp á bæði framboð og eftirspurn og síðan eru fleiri og fleiri og eins og ég var að segja með tölunum frá útlöndum, menn eru búin að sjá þetta verður ekki vaff og menn eru að tala hvernig komum við aftur upp, verður það öfugt faraldútamerki. Krugman var nú með svarið Nike-merki sem ég held að við Ólafur höfum verið að tala hérna fyrir 5-6 fyrir mörgum vikum sko, fyrir mörgum vikum. Þú ert orðin svartsýnn það, þú varst komið með öfuga kvadratrót. Já, og sko ég er sko bæði svartsýnn og síðan eru fullt af ljósum punktum í þessu. Svartsýnin snýst það að það komu nýjar tölur atvinnuleysi í Bandaríkjunum í gær, 3 milljónir manni í viðbót. Þú veist, þetta eiginlega svolítið svakalegt, þetta svona eins og í hungursneyðum eða stríðum, maður verður ónæmur fyrir 3 milljónir atvinnuleysi í viðbót, sko, ég held að þetta sé 5. vikan sem kemur 3 milljónir í röð, það er orðið 33 milljónir. Krugman var að tala að sennilega væri það vanmeti atvinnuleysi í Bandaríkjunum, væri ekki 14%, heldur eitthvað meira kringum 20%. Nú þegar, þannig að þetta er það sem er þetta svakalega og það sem er að draga okkur nær og nær tölum frá kreppunni miklu. Hins vegar það sem að gerir mig svona bjartsýnni og vonbetri eru hin svakalegu viðbrögð og það að hvernig menn í svona helstu bæði seðlabönkum heimsins og í viðbrögðunum frá stóru ríkisstjórnunum út í heimi, að þar eru svo stórir pakkar, svo mikil viðbrögð að það er svona það sem að lætur mann vera vongóðan að við séum ekki að fara inn í eitthvað eins og kreppuna miklu þó að tölurnar sé að sýna nær og nær þeim áföllum. Aðgerðir Bandaríkjastjórnar eru held ég orðnar núna 14% af landsframleiðslunni þar og seðlabankastjóri Bandaríkjanna sem er eiginlega hálfgerður seðlabankastjóri heimsins að því hann stýrir dollarnum var í mjög merkilegu viðtali bara í gær á einmitt svona Zoom-fundi, þannig að maður gat fylgst með því bæði í beinni útsending og síðan er til upptökur af því þar sem að það kom beint í fyrirsagnir síðan stóru miðlana eftir á að hann sagði að það þyrfti að gera enn meira á ríkisfjármálahliðinni í Bandaríkjunum til þess að bregðast við þannig. Tölum við það seinna. Mig langar aðeins að grípa þetta lofti sem að Árni Daníel vísa til Hong Kong veikinnar 1968, hápunkti Woodstock sem hafði eiginlega engin efnahagsleg áhrif. Það er svona
SARS og hafði lítil áhrif. Þannig að þá spurningin eiginlega, hvaðan kemur þessi kreppa? Ef að sjúkdómurinn sjálfur ekki kreppuvaldur, viðbrögð stjórnvalda að loka hagkerfinu, það náttúrulega, við skiljum það af hverju það en af hverju hagkerfið svona viðkvæmara heldur en til dæmis Seðlabankinn á Íslandi hélt að það verði bara að slökkva á því og kveikja á því aftur. Seðlabankinn í Íslandi var raunverulega með meira heldur en VAF, hann með það sem að stundum verður kallað SETA, sem það að þetta fari niður og svo verði uppsöfnuð eyðsluþörf sem að valdi því að þetta fari jafnvel yfir strikið aftur og jafni sem fljótt. Hann talaði þetta að þetta væri svo geymd neysla, svo neysla sem ekki færi fram í aflókuninni, hún myndi koma fram, þannig að það eiginlega kenningum setu. En spurningin hvaða kreppa þetta? Hvaðan kemur hún? Hún kemur náttúrulega út af því að hagkerfið stöðvað og þá segir Ásgeir í Seðlabankanum og það ekki allt í lagi, svo ræsum við þessu upp aftur og það voru allt í lagi. Af hverju fer það ekki í gang aftur? Já, það eru kannski tveir þættir þar. Ég meina, annars vegar, við erum báðir búin að klippa okkur frá því í síðustu viku og við fórum ekki tvisvar í vikunni núna, þó við hefðum átt að vera búin að fara tvisvar í klippingu. Ég ætla að biðja Árna Daníel að hósta aðeins. Hvað? Halló? Já, þannig að sjáum við að Árni Daníel hefur ekki farið byrja rækjaras. Hann með lélegt framlag til aukins hagvaxtar með því að halda áfram að safna hárinu og framlengir þar með kreppuna. Antisocial sem það en það sem ég var að tala áðan með það sem hin óvissan sem að allir hagfræðingar eru, bæði þeim sem fylgja meginströmmnum og við hinir sem erum að lesa hinarkenningarnar, það að það hvernig á að endurræsa kerfið það sem algjörlega nýtt núna. Við höfum að fara í kreppuna miklu áður og menn hafa rannsakað það og skoða. Við hins vegar höfum ekki fengið svona skyndilegt stopp þar sem öllum var skipað að vera heima og 80% af vinnuafli heimsins var bara að vinna heima frá sér eða ekki vinnunni. Síðan það sem kemur í ljós og það það sem svolítið afhjúpandi við þessa kreppu, að við þurfum ekkert kannski að vera neita svona mikið eins og við höfum verið að gera. Við þurfum ekkert að vera að fljúga svona oft til útlanda. Við þurfum ekkert að vera að skapa svona mikinn hagvöxt með svona mikilli neyslu af því að við getum bara hagað okkur aðeins hægar og verið eyðslu minni og það sjokk fyrir kerfið sem miðast við það að allir eigi að eyða meiru til þess að það verði meiri hagvöxtur og það það sem búið að skapa umhverfisvandann og það hinn punkturinn sem gerir mig bjartsýnni að því að þessi kreppa afhjúpar svo í raun og veru alls konar undirliggjandi vanda sem að við kannski sem vorum á jaðrinum að rannsaka sáum alveg með því að skrapa en það sást ekki í heildartölunum, í meðaltalstölunum og í vaxtartölunum. Að það það sem þessi kreppa að gera, hún afhjúpa, annars vegar hvernig ofneyslan hefur, sem að umhverfisfólk hefur alveg vitað, að búið að vera ganga jörðinni dauðri, að það afhjúpast í þessu og hins vegar hitt að í raun og veru ójöfnuðurinn sem undirliggjandi, að hann afhjúpast svolítið við að koma inn í svona kreppu og svona stopp. Já, en það ekki svolítið annar hlutur, hvað kreppan afhjúpar ákveðna hluti, heldur en frekar það hvað ákveður svona erfitt að ræsa hagkerfið upp aftur. Það sem að ég að reyna að slökkva mig á. Hvað veldur því að, ég meina, það vilja allir ræsa upp aftur, eða flestir. Sumir vilja það ekki út af umhverfismálum, sumir vilja það ekki út af, ég veit ekki hverju, en ég býst ekki við að það séu svona ráðandi öfl sem eru þess valdandi að kreppa getur, að opnunin getur verið á miklu neðra þrepi heldur en var áður. Hvað það sem að veldur því að það sé hætt á því við komum út bara í miklu lakari efnaslari stöðu eða efnaslu afli eða hvað sem að viljum kalla það, heldur en áður var? Já, þetta ekki hluta til, ef ég má koma inn í þetta, að hluta til þessi uppskrúaða eftirspurnar
uppskrúfuð eftirspurn sem að sko, ég held að Ernest Mandel hafi talað það í bók sem að kannski, ég veit ekki hver þekkir hann núna lengur, sinna Late Capitalism, að hann talaði sko allar auglýsingaherferðirnar og kreditkortin og allt það sem þyrfti til að halda uppi eftirspurn í hagkerfi sem væri komið í þrot og það væri beitt öllum ráðum til að halda áfram að keyra vöxtinn áfram og við höfum séð þetta núna undanfarin 10 ári í gríðarlegum vexti í ferðamennsku. Hann ekki bara bundinn við Ísland, hann bundinn við, hann kemur fram bara nánast hvar sem og þetta lendir, við höfum heyrt frá Barcelona og víðar og Amsterdam þar sem að fólk orðið bara hundþreytt og leitt á þessari ferðamennsku, en þetta keyrt áfram af mjög ódýrum flugfargjöldum og af bara þörf og löngun fólks til að sjá, sem sagt, bara ég veit ekki hvernig þetta keyrt áfram, hvað sálfræðingar bak við þennan gríðarlega ferðamannsstraum, en það gerðilega mjög margir sem að það ég veit ekki, það undirliggjandi þörf einhver. Og þessi koronavíruskreppa, hún leiðir í ljós að þetta mjög svona, ég veit ekki, ég tala bara fyrir mig að ég segi, mér finnst þetta þægilegt að geta slappað aðeins af, þú veist, ég losnaði við einar 5 utanlandsferðir og ég bara dauðfeginn. Það bara, það var hætt við 5 ráðstefnur sem ég átti að fara á þessu ári og ég mjög feginn að þá fæ ég tíma til að bara sinna sjálfum mér, sinna fjölskyldunni, sinna bara komast út á land og svona og 5 utanlandsferðir ómikið, ég má komast að því, ég búinn að breyta. Allt þetta kerfi, þetta yfirspennta eyðslukerfi með kreditkortum og auglýsingum og fleira, það sé svo yfirspennt og oft rekið áfram að einingum sem bara tiltölulega veikar eins og lággjaldaflugfélögin sem alla eru fyrirtæki sem að bera sig, þau hanga eiginlega upp á alls konar lygi, að þau taka kommission af rútuferðum og þetta hangir allt saman á okkur svona algjörlega yfirspenntu, svo allt í einu stoppar þetta. Þá hrynur þetta og það næstum því ómögulegt að starta þessu upp frá nulli. Eru þið að tala eitthvað svona ástæð? Já, sko, þetta byggist, þetta flókin kreppa, þetta flóki ástand í heiminum. Heimurinn svo samþættur. Þess vegna spyrjum við þig, sko. Já, og ég ætla að reyna að útskýra það á einfaldan hátt og það sé ekki auðvelt. Ástæðan fyrir því af hverju þetta svona lengi að koma í gang annars vegar að við erum bæði að fara hægt í gang með að aflétta hömlunum, veirunum, og síðan það líka það að bara ef þú lappar inn bæinn, ég meina það voru kaffihúsaeigendur voru búin að stytta opnunartímann og svo svona hægt og rólega verið að opna aftur, veitingahúsin opin í hádeginu, ekkert öll á kvöldin, því það engin túristar inn á kvöldin, en það fólk í vinnunni sem kemur þá í hádeginu. Þannig að þetta svona hinn hæga endurræsing á maskinunni sem þarf bara að fá að taka sinn tíma og við vitum í sjálfu sér ekki hvenær við erum komin upp á einhver damp sem alls ekki jafn hraður og hann var áður en einhvers konar eðlilegu dampur í vélinni. Síðan það sem gerist, og það alþekkt úr kreppum, almennt séð, við höfum haft mismunandi minni kreppur og fjármálakreppur, að það sem gerist þá að þú skaðast í kreppunni, sama hvort þú ert einstaklingur eða fyrirtækjaeigandi eða stórfyrirtæki, þú verður fyrir skaða sem að skemmir svolítið hlut af efnahagsreikningum þínum, annarkvort eyðuru sparnaði eða þú þarft að bæta við í lánum, skuldum og það tekur tíma að lækna efnahagsreikningin aftur og jafnvel síðan hefur þetta hegðunaráhrif, þar að segja að menn og fólk og fyrirtæki, stjórnendur fyrirtækin eða fyrirtæki sjálf þetta bara þekkt úr staðreyndum á dönum frá Japan eða fyrir fjármálakrísu að fara allir í að laga efnahagsreikning sinn, styrkjan, vera minna skuldsett en þeir voru áður
Og eyða minnu á leiðinni. Já, og eyða minnu og það hægir á öllu áfram. En kreppur bitna harðast á þeim sem standa verst fyrir, kreppur auka ójöfnuð, en það ekki samt alveg þannig. Kreppan mikla til dæmis, hún eyddi mikið auði og það, samfélögin komur raunverulega sem meiri jafnaðar samfélög út úr kreppunni heldur en hafði verið áður. Árni, nú erum við komið í sagnfræði. Er endilega gefið það að þessi kreppa muni auka ójöfnuð? Eða það kannski jöfnuðurinn sem að koma út úr kreppunni miklu, var hún afleiðing af ójöfnuðunum sem hún bjó til fyrst og viðbrögðun við því? Sko, kreppan mikla 1929, hún var alltaf öðruvísi en þessi, hún var hún sem sagt var umfram framleiðslukreppa, því sem ég best veit, ég nú ekki mikið vit á hagfræðinni á bakvið þetta, en þar var sem sagt komin mjög mikil umfram framleiðsla sem að síðan sem að var í raunhagkerfinu, þetta var ekki beinlínis fjármálakreppa og vegna þess að umframleiðslan var orðin svona mikil og viðbrögðin við kreppunni voru ekki, þau voru vittlaus, það tók tíma að setja kínvísku markmínuna í gang, það tók langan tíma og það var raunin ekki fyrir í styrjöldinni sem að það tókst almennilega, síðari heimsstyrjöld og þannig að það var mjög djúp og alvarleg kreppa sem að skók kapítalíska hagkerfið mjög alvarlega og það svona ýmislegt í þessu sem að öðruvísi, að fyrsta lagi þá erum við ekki alveg viss eins og við komum inn á hvort þetta sé ég get nefnt dæmi að hér á Íslandi þá var að byrja nýjir hlutir í hagkerfinu 1800. Það var sem sagt fór af stað eftirspurn eftir ull og tvær framleiðsluvörur sem var farið að framleiða á Íslandi 1800 sem voru ull og þorsk og hákarlalýsi. Og við sjáum á hagtölum frá 1806 að þetta var alveg glænýtt. Það var eftirspurn eftir óunninni ull. Hún kom frá verslunarhúsum í Danmörku sem versluðu síðan seldu hana til Bretlands og til Skandinavíu. Og síðan kemur kreppa sem að Napóleónsstríðin. Kreppan þess eðlis að það styrjöld og eftirspurnin, hún hrynur hreinlega út af siglingarleysi. En undirliggjandi eftirspurnin eftir ull, hún hélt áfram. Og á næsta hagtölur, 1818 sýna bara að þá ullaframleiðsla á Íslandi vex mjög hratt. Íslandi þarna að komast í samband við hinn kapítalíska heimsmarkað og Napóleónsstríðin og siglingakreppan út af henni, hún bara senkar aðeins á þessu. Spurningin svo, erum við að fá raunverulega kreppu sem að búin að búa sig í hagkerfinu eins og hrunið gerði í dálítið langan tíma í ójafnvægi í eftirspurn og framboði og í sem sagt þeim hlutum sem leiða til kreppur sem eru mjög reglulega í kapítalísku hagkerfi. Eða erum við að sjá einhvers konar svona það sem að Ásgeir að tala í Seðlabankanum og ég meina mun þessi kreppa hafa þau áhrif að það losi úr læðingi aðra tegundakreppur sem ekki sem sagt ekki þessi sem búið að loka á eftirspurnina heldur kreppa sem að undirliggjandi veikleiki í hagkerfinu kemur í ljós og hvaða undirliggjandi veikleiki gæti það verið. Ég veit ekki, ég þekki ekki inn á það. Ásgeir Brynjar þekkir inn á það. Hvaða veikleiki þetta sem að kórónufaraldurinn kveikir svo að kreppan verði svona alvarlegast? Í heiminum öllum það fyrstlega stoppið og síðan afhjúpar það að vissu leyti galla sem hafa verið þar síðan í fjármálakreppunni og ennþá lengur varðandi ójöfnu og þess að þar.
það önnur hliðin á því. Hin hliðin út frá sem ágætis samanburður við ullina og lýsið frá því fyrir 200 árum, að sko það þegar við erum að byrja að komast út úr þessu og það byrjaði að setja í gang svona hægt og rólega og það að við erum til dæmis að byggja lúxushótel í bænum, það allt gott því þá einmitt fólk ennþá með vinnu við að byggja allavega hótelið og það sé ekki fólk með vinnu að reka hótelið og svo kannski þegar verður búið að byggja hótelið þá verður kannski komið hér flug og það verður kannski einmitt ríkari ferðamenn sem hafa efni á að fljúga þá og þá einmitt gott að vera tilbúin að byggja, vera ekki að byrja að byggja heldur vera tilbúin að klára að ganga frá lúxushótelinu. Þannig að það í raun og veru leiðin út úr kreppum að vaxa út úr þeim og helst með útflutningi að koma einhver í verð sem að maður hefur og við tókum náttúrulega þessa ferðamannabólu eftir að bankabólan sprakk og vorum alveg farin að láta leka úr henni þegar að VÁ fór á hausinn í fyrra og það var komið samdráttur og það var komið atvinnuleysi, við skulum ekki gleyma því. Síðasta haust og í byrjun þess árs áður en að veiran kom og það verður bara að koma í ljós að því óvissin svo mikil ennþá. Hvað verður öll þessi hús sem í byggingu, hvað verður hægt að nota þau í ef það verður ekki hægt að nota þau í hótel, verður hægt að nota þau í hótel, fljúga allir bara í staðan fyrir að fara í vopnaleitina á flugvellinum og þá ferðu í hitamælingu og einhvers konar stungupróf og svo kannski situr með svona hárgreiðslustofu hjálmi yfir þér í flugvélasætinu og þá bara erum við kannski bara komið með miklu betri ferðamanniðina en við vorum áður af því að fólk kemur og verður aðeins lengur og eyðir meiri pening og ekki þannig að það alveg möguleiki að koma vel út úr því og við eigum náttúrulega alltaf þennan fisk og munum alltaf geta selt hann til heimsins því að við erum með meiri fisk heldur en við getum getið sjálf. Þannig að það í sjálfu sér einmitt ástæðan fyrir að maður þarf ekki að vera í ómiklu svartnætti en bara maður veit ekki hvað þessi róttæka óvissa var lengi og eiginlega megin atriðið að það sé ekki búin til meiri og verri skaði með röngum aðgerðum í viðbrögðum við stoppin. Það að segja eins og læknum skylt að gera að allt sem þeir gera verður að skapa minni skaða heldur en þann sem fyrirliggjandi og ekki gera eitthvað sem í viðbrögðunum sem skaðlegt. Það augljóst af viðbrögðum eins og bara Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir í bloggi í síðustu viku. Það verður í fyrsta lagi að koma með víðtækan stuðning af nægjanlegum bótum til allra veikra hópa á prógressívum skala, þar að segja þannig að þeir sem þurfa mest á því að halda að fá mest, þannig að þeir sem séu með tekjur og hæstu tekjur á borgi mesta skatta, sem sagt progressív. Ekki svo kallar almennar aðgerðir eins og ofta talað hér, sem nauðsynlegt að hafa aðgerðir almennar. Þeir segja beinlínis meira gjafmildari bætur til hinna fátækustu, þetta punktur númer 1 frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Númer 2, að viðhalda störfum og hvatningu til þeirra með þeim hvötum sem í þeim fylgjast varðandi heilbrigðisþjónustu og menntun og þjálfun. Þetta náttúrulega sem við höfum að vissu hluti innbyggt hér og svo þriðji punkturinn að forðast það að vera með einhvers konar margþáttaflókið kerfi fyrir hið samfélagslega net, þannig að einhverju detti á milli. Og það þarf að dreifa þessu út á jafnan hátt. Þetta bara Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem hafði nú fyrir 10-12 árum ekki mjög gott orðspor á sér. En hann að bregðast við svona að því að út allan heim held ég að fólk að fara á mörguleyti mun verð út úr þessu heldur en við hér. Við erum samt með mjög háar atvinnuleysistölur af því að við vorum með mjög stóran ferðaðina en við vorum ekkert með mjög stóran ferðaðina fyrir 12 árum. Þarna verið að vitna í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hinn forna fjanda sem þú varst að berjast við eftir hrun 2008 en núna hljómaði þetta eins og Alþjóðagjaldeyrissjóður væri raunverulega miklu mildara stjórnvald heldur en íslenska ríkisstjórnin. Við myndum frekar vilja að aðgerð ríkisstjórnin væri líkari þessu sem Ásgeir Brynjar var að lýsa.
Já, sko, mér datt einmitt í hug, hvað Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að spá núna? Ég ætlaði að spyrja Ásgeir, hann kom með áður en spurningu kom og það bara athyglisvert að hann skuli hafa taka þennan pól í hæðina, hann hefur eitthvað þá lært. Það er alveg greinlegt að þar eru vindar að blása sem eru allt aðrir en þeir sem voru 2008 þegar En Íslensk stjórnvöld ekki, þeirra aðgerðir ekki í þessum anda og efnahagsmálaráðherrann Bjarni Benediktsson þegar byrjar að boða niðurskurð á næsta ári. Við ættum kannski að fá bara landsstjórann aftur, smá tíma. Nei, djók. Já, það verður gaman að fylgjast með því ef að á að taka ef að menn sko læra ekki af þessu, þú veist, þetta náttúrulega sko þetta sem sagt þessi framvinda sjúkdómsins og framvinda viðbragðanna, lokun sem sagt alveg sem sagt allra landamæra sem leiðir til hruns í flugi og í ferðamennsku. Hér finnum við rosalega fyrir þessu vegna þess að, eins og ég segi, 12 ára þá var engin ferðamenn, eða ekki, 1968 þá voru 40.000 ferðamenn sem komu hingað. Ég nefni það vegna þess að ég tek Hong Kong flensuna til samanburðar. Og en hvað það, ég man ekki hvað það var í fyrir 2 eða 3 milljónir. Og þetta semst svona, já. Það er framvinda, það er lokað, það kemur sjúkdómur, það er lokað á flug og hvað gerist svo næst? Nú kemur opnun 15. júní á að hleypa öllum inn sem að standast próf fyrir veirunni og hvernig gengur það og getum við svo í framhaldinu búist í því að fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins næsta ár gangist fyrir niðurskurði í svona þessum austerity niðurskurði sem við þekkjum svo vel sem sko viðbjóðslegur og bara gengur ekki lengur fyrst að hægt að koma svona til móts við þarfir fólks eins og núna gert. Það bara búið að ýta til hliðar öllum hugmyndum það að ríkisaðstoð sé skaðleg, að aðstoð fólk sé skaðleg, almenning sem að þarf á því að halda. Það er búið að opna alla flóðgáttir til listamanna, hugsið ykkur. Ég meina, það þú veist, á svo bara... Þú ert að vísa til svona almennt í heiminum, þetta á ekki allt saman við hér heima, eða það? Nei, sko, en sem sagt, ég meina, hvernig á að loka aftur? Ætlar sem sagt fjármálaráðherrann í raun og veru að loka aftur fyrir þá hugmynd að efnahagskerfið sé fyrir fólkið en ekki fólkið fyrir efnahagskerfið. Nú sú hugmynd, finnst mér dálítið mikið komin á kreik og gæti svona orðið brestir í svona líffrjálshyggju brennjunni. Já, Bjarni er að tala bara út frá lögum, það eru lögum ríkisfjármál sem að segja að rekstur ríkissjóðs skal vera jafnvægi á svona 5 ára tímabili. Þannig ef við erum að fara í 400 milljarða dífu núna og kannski næsta ári, að þá á hann, samkvæmt þessum lögum, að vinna þetta tilbaka á 4 árum. Já. Það ekki rétt skilið hjá mér áskipinina, svona eru lögin. Þannig að við erum að breyta lögunum ef við viljum ekki hafa þetta svona. Já, þau eru nú ekki alveg svona ströng eins og þú lýsir, sko. Það er sem sagt neyðarventill í lögunum sem að og það er í raun og veru þegar við sjáum útkomuna úr því sem að og það er hægt að taka úr sambandi fjármálareglunum í alltaf 3 ár. Þannig að við þurfum ekki að sko vera með áhyggjur við árslok eða þess að ef að veiran kemur upp aftur og í 3. sinn næsta vor að neyðarventillinn sem það að taka reglunum úr sambandi má duga í alltaf 3 ár. Og síðan er það eftir það sem að þá þarf að reka ríkissjóð í jafnvægi að meðaltali á 5 ára tímabili og svo þarf að byrja að greiða niður skuldirnar. Það er ekkert það hversu háar þær mega vera orðnar, en síðan þarf að greiða niður ákveðið hlutfall á hverju ári. Þannig að þetta er nú ekki að valda mér svefnleysi á nóttunni, en það getur vel verið að menn þurfa
að breyta lögunum samt. En fjármálaráðherrann byrjar að tala þetta, hann byrjaði á þetta í svona miðja síðustu viku að tala að fjárlög fyrir árið 2021 yrði bara mjög erfið, það yrði velt við hverjum steini og það gengi ekki að allir hópar í samfélaginu var að ganga á ríkið og henta pening, þegar við erum átt okkur á því að það var ekki til nóg að þeim og það þurfti að kæmi að skuldadögunum og við mættum ekki hafa ríkissjóð skuldugan, við erum að hugsa börnin okkar, þannig að þau erfi ekki skuldugan ríkissjóðs, þannig að tónninn úr fjármálaráðuneytinu strax orðið þannig að boða svona það sem Árni Daníel kallar svona austerity, hægri sveltistefnu svo kallar. Já, þú veist, þú færð mig ekki til að tala opinberu fjármálin á Íslandi að ég sitt í ráðinu, en hins vegar það alveg augljóst. Ég var að klára að lesa skýrslu og sendi við skýrslu frá OECD, þar sem að farið yfir aðgerðir í öllum OECD-löndunum. Og það beinleinis unanimous, það í öllum löndunum án undantekningar sem að fjármálaráðin hafa veitt stuðning sinn við það að fjármálareglunum séu teknar úr sambandi. Það það sem líka góða við þessa krísu, ef maður getur sagt það þannig, að því hún eins út allan heim, stoppið verður alls staðar, menn koma á mismunandi stöðum inn í hana með mismunandi skuldastöður og þess að þar og menn fá hana á mismunandi mánuðum inn til sín og toppana og menn hafa mismunandi heilbrigðiskerfi en allir eru í þessu sama. Öll fjármálaráðin út allan heim eru búin að segja að sjálfsögðu þetta dæmi, þetta eiginlega bara besta dæmi sem hún getur tekið ástæður þar sem að þessar reglur gildi ekki, þeim hent þeim ekki hent, þær eru teknar úr sambandi á ákveðin tíma og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem að vísa í Evrópska fjármálaráðið sem svona yfirráð allra Evrópulanda segir sama og hvetur til að nóg sé gert og jafnframt sé hugað að því að hugsa nýja hluti upp og að menn taki grænu umhverfismálin með að því nú tækifæri til að ná fram breytingum en eins og við erum að sjá í heilbrigðiskerfinu og fleiri stöðum. Þannig þetta svona það jákvæða sem þetta ná út úr þessu. Í Evrópu eru menn líka vel brenndir af austerityinu, hungursstefnunni sem var reynd 2010-12 eftir ríkisskuldakrísina sem kom eftir fjármálakrísina þar og menn eru ekkert að fara þar aftur í þau mistök. Það það góða við hagfræðin og vísindin og svona stofnanaminni að menn læra af fyrri kreppum þó að nýja kreppan sé alltaf öðruvísi en hinn að þá eru menn samt með lærdóm með sér úr hinnum og fyrirbyggja það að gera allavega verstu mistökin það. En Árni Daníel, þetta sem að Ásgeir Brynjar að segja, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og fjármálaráð út alla Evrópu aðeins vitnaði í Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og OECD og bara fleiri stofnanir líklega til þess að verja sig gegn þessum hugmyndu ríkisstjórnarinnar sem að Bjarni Benediktsson heldur á lofti að muni koma að því að við þurfum að kveikja aftur á austerity sem að þú og Attack Ísland var að berjast sérstaklega gegn Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hérna eftir hrun að reyna að verja það að þeir settu slíka stefnu hér í gang. Það hefur komið fram í þessum þáttum að það vel ekkert hagfræðilegt tilefni til þess að fara að boða einhverja svona sveltistefnu. Heldur sé þetta bara pjúra pólitík. Þetta bara fjármálaráðherrann tala svona, þá hann bara að tala fyrir stefnu við að brjóta niður opinbera þjónustu, hafa hana sem allra minnsta, hafa sem fæðst störf hjá hinu opinbera, hafa umfang ríkisins sem allra mest. Þetta sé bara pólitísk vision og komi hagfræðir ekkert við. Ef þetta staðan, og það líka eitt sem að Bjarni Ben sagði ekki með viðtali, hann sagði að það kæmi svo að kosningum og þá kæmi í ljós sú stefna sem að flokkarnir myndu leggja fram fyrir kjósendur út af þessu málum. Og það hljómaði eins og hann ætlaði að leggja fram þessa stefnu að hann væri sá sem að myndi ná aftur afgangi á ríkissjóði sem allra fyrst. Það sem ég langaði til þess að byrja þig að reyna að meta það að heldurðu það að þetta erindi Sjálfstæðisflokksins svona harða stefnu að svolítið gegn velferðarþjónustunni og opinberum rekstri aðhald í
ríkisfjármunum, jafnvel þótt að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og fleiri þekkti stuðningsmenn þeirra stefnu, ég tala ekki svona tímarit eins og Economist og fleiri sem farnir frá þessu. Heldurðu að þetta í erindi inn í íslenskt samfélag, að við myndum kannski kjósa svona bara hardcore öfgahægri nagla til þess að reka ríkið hérna næstu 4 ári? Nei, sko, Sjálfstæðisflokkurinn, sko, hann hefur, sem sagt, núna verið með fjármálaráðuneyti dálítið lengi, en hann hefur alltaf þurft að hafa fyrir sig front, sko. Hann var prófaði einu sinni, held ég 8 mánuði að vera sjálfur hérna í fronti og það gekk ekki. Það var hérna þegar Björt Framtíð og Viðreisn var með í Sjálfstæðisflokknum í stjórn og það hrundi fljótlega, en síðan þeir hafa þurft að vera með öfluga fronta til að svona, sko að segja, til að væri hægt að selja það að Sjálfstæðisflokkurinn væri yfir höfuð í stjórn, því að hann ekkert hjá þessum 80% sem ekki kýsa hann, þá hann afskaplega lítið vinsæll, skulum við segja, skulum orða það þannig. Og hérna, fyrst var það Framsóknarflokkurinn og það gekk nú svona eins og það gekk og hérna, og sprakk með látum, bara rosalegum látum og Framsóknarflokkurinn klofnaði og núna þeir með Vinstri græna og hérna, það náttúrulega svona hljóð ekkert mjög vinsælt á þeim bæ, held ég, sko, hvað sem Vinstri græna má segja. Og hérna, já, maður, sko, síðan sem sagt, já, það alveg greinlegt að Sjálfstæðisflokkurinn þarf alltaf einhverja hækju og hækjan yfirleitt ekki þannig að hún fallist á svona einhverja hérna, helstefnu í ríkisfjármálum og yfirleitt þá tekst hækjunni að milda, sem sagt, þessar fyrirætlanir Sjálfstæðisflokksins en hérna, sko, þetta snýst það að annars vegar þá það eiginlega 2 element í ríkiskerfinu, það sem sagt, við skulum segja, ríkiskerfið, það til þess að hérna, reka kerfið þrátt fyrir þörf kapitalistana fyrir aðgerðir sem oft ganga þvert á það hvernig á að, sem sagt, ganga þvert á hagsmuni þeirra hagsmuni sem ríkisins sem slík, sko. Ríkið þarf það þarf að reka heilbrigðiskerfi, það þarf að reka skólakerfi, það þarf að reka félagskerfi og þetta rekst á við hérna, bara hagsmuni kapitalistana sjálfra og það alltaf að vera einhver að vera sem sagt, hefur vit fyrir kapitalistum og núna sem sagt, þá virðist sem sagt, Sjálfstæðisflokkurinn ætla sér að taka inn hérna, eins og hann hefur reyndar gerði alveg frá 1990 þá fékk Sjálfstæðisflokkurinn leyfi til að haga sér eins og ríkið væri í kapitalisminu, þess að hann sko kom fram við fólk og kom fram við hérna verkalýðsstéttina eins og semst hún hefði engan rétt og það sem nýfrjálshyggjan gekk út á, það var það að gefa sem sagt kapitalistunum bara veiðileyfi á verkalýðsstéttina og en hérna þetta einmitt akkúrat þetta er sem sagt spurningin, ætlar Sjálfstæðisflokkurinn sér að reyna að keyra í gegn sveltistefnu, kapítalíska sveltistefnu á næstunni á þeim forsendum að það séu komnar svo mikla skuldir eftir hérna kórónavírusskreppuna og hvernig ætlar hann að gera það? Með hverjum? Ætlar hann að gera það með Vinstri grænum áfram? Ætlar Vinstri grænum að samþykkja það eins og þeir hafa gert núna? Fá þeir hérna, stuðning til þess? Það eru kosningar á næsta ári sjá þetta til. Ég meina, verður hægt að búa til einhvers konar sáttmála til vinstri við Sjálfstæðisflokkinn sem að þannig að hann verður bara neutraliseraður og bara kapitalismi verður rekinn á einhverjum svona kratískum forsendum sem að algjörlega option en það þarf hins vegar svona ákveðin pólitískan vilja og einbeitni á því sviði en síðan, sko, ég ekki farin að tala sósíalismann sem að annar hlutur, það eitt að reka
kapitalismann á sósíaldemókratískan hátt. Hitt annað að koma á fót sósíalisma. Sko ég ætla ekki að blanda mér inn í þessa umræðu sem var komin að ég segi bara enn einu sinni og ég nenni varla að segja í 4. þættinum Gunnar Smári, sko, austerity var reynt í Evrópu 2010-12 og það gekk ekki vel því það bjó til ennþá meiri samdrátt. Þannig að ég var að byrja að lesa nýju bókin eftir Piketty, franska hagfræðinginn, sem heitir Capital and Ideology. Hann gaf út fyrir 6 árum Capital in the 21st Century sem var mjög áhrifamikil bók sem sýndi fram á raun og veru hvernig vöxtur kapitalsins alltaf meiri en vöxtur hagkerfisins og hann var í þessari nýju bók sem fjallar kapitalið og ideológíuna, hugmyndafræðina, að þá fer hann ennþá lengra aftur heldur en þessi 200 ár sem hann skoðar í fyrri bókinni og það áhugaverð alveg farið í svartadauðan þessar, en ég ætla að reyna að tengja mig við sagnfræðinginn sem var að tala Napóleon áðan, sko, að Piketty minnist á, sko, skuldirnar sem Bretland var að drukkna undan eftir Napóleonstríðin og sko, bendir bara á það, þegar maður kemur út úr svona vandræðum, hvort sem það er stríði eða bara þessi veira sem í raun og veru miklu betra að koma út úr heldur en stríði, því við erum ekki búin að skemma neitt af þessum lúxushótelum sem við erum að byggja, sko, þá þarf bara að beita óhefðbundnum lausnum við að finna út hvernig eigi að borga niður skuldirnar. Það sem að menn gerðu eftir á Napóleonstímanum var að þeir fóru í að skattleggja lægri og millistéttina til að endurgreiða skuldirnar, endurgreiða skuldabréfa eigendunum sem voru efri stéttin. Þetta gekk vel þarna og vitið af hverju? Að því kosningarétturinn var bara hjá efri stéttinni. Lægri og millistéttin var ekki með kosningarétt og þá gastu beitt svona snjallri hugmyndafræði til að losa ríkissjóð undan hinum miklu ríkisskuldum stríðsins. Stefán Ólafsson hefur bent á að þessi aðferð var eiginlega notuð frá svona 95 fram að hruni. Hann kallar þetta skattatilfærsluna, þar sem hafa bara flutt skattgreiðslur frá hinum betursettu til hinna lagarsettu, en samt almennu kosningaréttur og menn komust bara upp með það. Þannig að ég ætla líka að segja að þú getur ekki kvartað við mig þótt þú þurfir að segja þetta í hverju þætti. Ég bara alltaf að endurtaka sem fjármálaráðherra að segja. Og það alltaf sama svarið við því að það sem hann að halda fram eiginlega svona ríkisfjármálastefna sem ákaflega fáir í heiminum hafa lengur trú á. Já, og pólitíkin á náttúrulega snúast það, hvernig á að haga útgjöldunum og tekjuöfluninni og það náttúrulega bara það sem við síðan höfum eftirlit með í ráðinu. Þess vegna blanda ég mér ekki inn í þá umræðu. En ég bara bendi á það. En svona í okkar heimsluta Ásgeir, geturðu merkt einhverja breytingar sem þessi kreppa hefur haft á stjórnmálum? Ég veit að það hefur verið breytingar hugmyndur ríkisfjármál, í seðlabankunum breytingar hugmyndur. Heldurðu að þetta muni líka hafa áhrif á svona lýðræðisvettvanginn? Já, í því sem ég að lesa mjög mikil áhersla lagt á það, bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, OECD, menn að leggja mjög mikil áhersla á gagnsæi og accountability. Það sem sagt að standa reikningsskil gjörða sinna, það vantar svolítið góða íslenska þýðingu á accountability. Það er að veita upplýsingar, hafa gagnsætt það sem verið að gera og að því að menn eru náttúrulega kannski einhverju leyti hræddir við svona pólitískan populisma eða eitthvað þess að það þurfa að leggja áherslu á þetta. Hitt sem er augljóst að þessi svona munur á milli peningamálastefnunnar í Seðlabankanum og ríkisfjármálastefnunnar hjá fjármálaráðuneytunum, að þessi munur er miklu óskýrari og eiginlega svona orðin mjög mikið að gráu svæði þarna á milli. Þannig að það er almennt séð orðið viðurkennt, hvort sem að menn fara út í beinlínis fjármögnun á útgjöldunum, beint úr Seðlabankanum, eða menn geri það svona svolítið undir teppinu,
Það að segja að það að láta það gerast á lengri tíma, það að fara í magnbundna íhlutun sem að menn eru búin að vera að gera undanfarin ár, sko. Mjög, marga áratugi í Japan, þannig að það er nóg af dæmum til hvernig það sé hægt að leysa þetta og síðan náttúrulega aðalatriði til að tengja við það sem við vorum að tala um í byrjun. Það þarf að koma vélinn í gang þó að það sé kannski þurfum við líka breytinu úr gömlum díseljálki mengandi yfir í einhvers konar smurðari repjuoljuvél eða rafmagnsmótor að það þarf að sjá til þess að hún sé hæfileg við það sem hún á að gera og að þannig að við náum að vaxa út úr því að það er augljóst af öllum þeim blöðum sem ég les að vextirnir verða lágir til langframa til þess að vinna okkur út úr þessum miklu skuldum sem koma og þá er aðalatriðið að vöxturinn í hagkerfinu sé aðeins meiri heldur en vextirnir á ríkisskuldunum því þá bara minnka þær hægt og bítandi nánast að sjálfu sér, þar að segja. Og það er það sem menn vilja reyna að ná fram núna til þess að fjárfesta þá og ekki bara í lúxushótelum, heldur í einhverju sem nýtist til að breyta samfélaginu til þess betra, búa til grænna samfélag. Þetta er bara evrópska fjármálaráðið og þetta eru ríkisstjórnir, Macron í viðtalinu. Þetta er það sem allir eru að einbeita sér að núna. Hvernig komist út úr þessu á góðan hátt en ekki einhvers konar svartadauða kreppunar miklu súpu eldhúsar. Daniel, þetta tal þessara Einu spurningu, það er sem sagt, hefur eitthvað komið til tals, sko, nú er byggjast upp skuldir, sko, eina af þessum kröfum hjá anti-global hreyfingunni er sem sagt Jubilee, skulda Jubilee, það er niðurfelling skulda og mér dettur hefur, sko, hefur eitthvað komið til tals að gera það skipulega, en fella bara niður skuldir til að létta á. Ég bara spyr. Já, sko, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er nú þegar búin að létta af skuldum á 25 fátækustu löndum í heimi. Kínverjar meira að segja sjálfur eru byrjaðir að afskrifa skuldir úr Belt and Road dæminu sínu sem þeir á að vera fjárfest í þróunarlöndum. Þannig að þetta er upp á borðinu og umræðunni í hinum fátækari hluta heimsins. En ekki gagnvart námsmönnum eða skuldugum fjölskyldum á Vesturlöndum? Nei, ég meina, ég hef ekki séð það hér. Við lifum í vellystingum við þessi hinlönd þarna. Við erum með frábært heilbrigðiskerfi, við erum með atvinnuleysisjóðstryggingakerfi. Ég heyrði mér sé einhverja flugfreyju hóta því að hún vildi bara frekar fara á atvinnuleysisbæturnar fyrir utan húsi hjá ríkissáttasemjara. Þannig að það er í raun og veru, sko, það sem verið að tala er skuldavandinn í heiminum og skuldavandi fátækari söðurhluta heimsins gagnvart hinum ríkari norðurhluta heimsins og við sáum minni útgáfu af þessu í Evrokrísunni 2010-12 og við sjáum þetta ennþá í svona tilvistar kreppu innan stjórnar Evrópusambandsins sem ennþá yfirvofandi viss hætta þar sem svona togstreitur en það sem menn telja sig ekki geta verið að hjálpa þeim í söðrinu frá norðurinu en þetta er dæmi að hvað umræðan er orðin opin og hvað búið að henda mikið af gömlum kreddum út og ideológíu, hugmyndafræði sem er löngu úrelt. Eins og Bjarni Benediktsson heldur á lofti svo ég minni nú á það. En ég vil langar í lokin spyrja þig allir Daniel af því að þegar Ásgeir Brynjar að tala svona áherslur sem eru í þessu stóru alþjóðlegu stofnunum sem eru náttúrulega hluti þjóna fyrst og fremst kannski auðvaldinu og eru varnar múrar elitunar sjálfum sér ég ekki ætla öllum illt að vinna gegn samfélagunum, þetta eru að reyna að gera sitt besta en það er oft þessi undirtónn að við erum að gæta því að hafa gagnsæi og við erum að gæta jöfnuði og við erum að hugsa fyrst þá sem að standa verst vegna þess að annars gæti rísi hér upp populismi
Og manni finnst þetta oft skringileg röksemdafærsla, raunverulega aðgerðina sem eiga að vera til jöfnuðar eru til að forðast að alþýðan rísi upp og hér verði einhvers konar alþýðustjórnmál. Og þarna ég með merkinguna populismi sem bara mjög breytt alveg frá bara sósíalisma sem í eðli sínu populismi, að alþýðan eigi að hafa völdin, og yfir í þá sem eru að spila á óánægju eða selja sjálfan sig sem lausnina eins og hægri populistar gera gjarna. Þessi ótti sem kemur þarna fram og að það sé raunverulega verðugt verkefni að koma í veg fyrir það að alþýðan rísi upp og við fáum alþýðustjórnmál svipað og við fengum raunverulega á Íslandi eftir kreppuna 1916 til 1920 þegar alþýðuflokkurinn og tengist náttúrulega kosningarétti og okkur fleiru, og svo raunverulega í eftir kreppu að þá koma að verða til svona alþýðustjórnmálin verða miklu virkari heldur en elitistjórnmálin sem að þar voru áður. Já. Þetta ekki, eigum við að hlusta á þetta? Eigum við að sem einhverjir alþýðupiltar upp á Íslandi að vera að hlusta á það með alþýðugjaldeyrissjóðnum að hann sé að reyna að verja það að hér rísi upp alþýðustjórnmál? Ef við ekki bara að segja nei, við viljum bara fá þau. Öðruvísi verður ekki lausn nema alþýðan fá að ráða. Sko, eins og lýsir þessu, þá þetta hljómar eins og sko, þetta svona síðustu andvörp sko, miðjunar, neolíbu, eða libba, eins og vissumanneski hér í bæ kallar það, libba-miðjan sem er að útmála allar fjöldahreyfingar sem einhvers konar popúlisma og já, ég pröfa að kalla þetta hinn svokallaða frjálslynda miðja. Já, hún vil kalla sig hinn frjálslynda miðja og þá byrjar maður að segja hinn svokallaða frjálslynda miðja til þess að stríða þeim. Já, hún er þarna ennþá, hún er að reyna að vera til en mér heyrst nú á Ásgeiri að hún sé farin að taka ýmislegt inn sem var algjört no fyrir bara nokkrum árum sko. Og og helstu vígi þessarar miðju eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD séu farin að tala eins og brjálaðir ATTAC meðlimir fyrir 5 árum eða svo, eða 10 árum. En í sambandi við sko þessar þetta gæti verið bara hreinlega vísbendingu það að það sé að myndast nýr samfélagssáttmáli eða sem sagt að elitan sé að fallast á einhvers konar svona að komast til móts við þessar alþýðuhreyfingar sem hafa verið í gangi og Mímir Kristjánsson hann skrifaði einmitt hvernig sem sagt norska samfélagsmódeli var til upp úr mjög harðri verkalýðsbaráttu upp úr aldamótunum og sem sagt það var ekki þessi samfélagssammáli, þessi norrænu velferðarsamfélag, þau urðu ekki bara til að því að kóngurinn ákvað allt í einu eða einhver úr yfirstéttinni ákvað allt í einu að vera góður, heldur var þetta til fyrir harða baráttu og væntanlega er sem sagt sko ógnin sem að alltaf vofir yfir sko er að þessi barátta einhvers staðar þá verði brestur og baráttan leiði til þess að kapítalisminn verði afnuminn sjáðu til og það er eitthvað sem menn vilja ekki, það er hvað það var að kalla það, ultrapopulisma hvernig eigum að staðsetja það sko ef að kapítalisminn verður afnuminn eins og hefur gerst hér sem staðar í heiminum á ákveðnum tímum hvað á þá að kalla það þegar það gerist? Er það populismi? Nei, það er bara sósíalismi. Það er sem sagt, það er alltaf þessi ógn sem að hangir yfir og menn er að reyna greinilega að forðast í lengstu lög að verði að veruleika. Það við getum verið að upplifa svona stjórnmálaástand sem kannski ekki sem bara líkt kannski og Bandaríkin í kreppunni, þar sem að tiltölulega svona hægri sinnaður forseti neyddist til þess að beygja sig undir kröfur verkalýðshreyfingarinnar og kannski vinstri amsins í sínum flokki og að koma með New Deal á sínum tíma. Það var auðvitað hægri miðju forseti sem að tók upp vinstri stefnu að við séum kannski upplifa það að svona valdastofnanir eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD séu að taka upp vinstri mál vegna þess að hinn kosturinn er það að alþýðan gerir uppreisn og felli þessar valdablokkir. Já, sko, ég held að viðbrögðin við þessari
kreppu hér og þessi viðbrögð hér mótast og litast mjög mikið eins og Ásgeir sagði að stofnana minni frá hvað stofnanirnar hafi lært af sem sagt hruninu og hvað gerðist eftir hrunið. Það voru sem sagt þá urðu byltingar í Arabaríkjunum, það urðu uppreisnir á Spáni, í Bandaríkjunum, Ítalíu og ég veit ekki hvar og þú veist þetta sest inn í þetta sem sagt hefur áhrif og þetta hefur mjög, það væri athyglisvert að skoða bara fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar, skoða hvert samhengið á milli viðbragðanna núna og þess sem gerðist eftir hrun. Ég held ég hafi talað um þetta hérna í fyrsta þættinum sko að við búum ennþá að því þeirri baráttu sem fór á stað eftir hrunið og ég held að hérna það hafi sýnt sig sko. Geti vel verið að það sé svona þáttur í þessu. Ég veit ekki með þetta hægri vinstri hérna, ég ekki sérfræðingur í stjórnmálum og orðinn svolítið ruglaður í því. Ég get bara sagt sem dæmi að sko í Bandaríkjunum hinu kapitalíska hérna, vöggu kapitalismans eða hvað sem það kallað. Ég var að tala við vinur minn sem rekur fyrirtæki þar. Þeir fengu bara send sko 3,5 mánaða laun fyrir alla starfsmennina. Og svo sendi Trump sko til allra þeirra sem voru án atvinnu hérna bara $1,200 inn á reikningin. Hérna, þetta var miklu, hann trúði sig ekki fyrir hann fékk þetta inn á reikningin. Þetta var miklu betri aðstoð heldur en einhver hlutabótaleið eða einhver brúarlán. Þetta var bara gert þarna til þess að halda gangandi hérna, hægagangi í maskínunni. Núna eru þeir í vandræðum með einhverjir af kúnunum þeir eru að fara á hausinn og svona þannig að þetta ekki búið en þetta var hjálpin sem kom þar í kapitalíska ríkinu. 14% af landsframleiðslu sem ég var að segja í Bandaríkjunum fer í beinu opinberu fjármálum þar út. Þannig að sko það sem að ég held að ég ætla ekki heldur að blanda mér inn í popúlisma, það sem að gerist í svona kreppum eða faraldri eða hérna eins og Piketty bendi á eða í stríðunum að þá afhjúpast í raun og veru einhvers konar ójöfnuður sem búinn að vera grassera eða byggjast upp hægt og bítandi eða lengi eða hratt og það ákveðið tækifæri til leiðréttingar við það að afhjúpunin verður. Þar fjarar frá það sést einhvern veginn hvernig strúktúrin og þess vegna hérna var hálf öld til dæmis bendir hann á eftir hérna, stríð sem kom bara mjög gott uppbyggingarskeið þar sem var mjög mikill jöfnuður og í raun og veru felur jöfnuðurinn í sér betri stærri köku fyrir alla en ekki þessi misskilningur sem hefur verið að það stakki kökunar leyfa einhverjum að verða ríkari. Því það það sem við erum búin að vera að sjá að falla í sundur og ég hef miklu meiri trú á það sé hægt að gera þetta í góðri samvinnu þó að sjálfsögðu verið barátta. Ég tekki til sögunar meira í Svíþjóð, ekki eins Noregi sem þú varst að vísa í. Þar voru það bara snjallir kapitalistar sem sáu það líka að það væri betra að byggja upp velferðarkerfi með Tage Erlander á undan Olof Palme. Þetta var bara svona hérna snjallir viðskiptamenn sem sá að það væri betra að losna við verkföll og kjarabaráttu og að byggja upp gott velferðarkerfi þannig að fólk geti verið heima með börnunum sínum þegar það væri eignast lítið börn og iðnjöfrarnir í byggðu tífóli eins og fólk geti farið og skemmta sér helgar því að þá kemur það út hvíldar til vinnu. Það þarf ekki alltaf að setja það upp í að mínu áliti svona í einhvers konar harðri baráttu en augljóslega hefur baráttan skilað ef eins og þú ert að lýsa það sem að menn kvörtuðu yfir í síðustu kreppu, jafnvel í einhverjum hörðum baráttuhópum að það hefur skilað sér inn í óvinastofnanirnar í ykkar hugmynd þá kannski. Ég meina alveg eins og Ísland breytti Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hér í 2008 þegar þeir ætluðu að fara að láta selja Þjóðleikhúsið og segja upp læknum. En hins vegar var það gert í Grikklandi 2010. En menn ekki að fara að gera það aftur. Það nóg af sönnunum fyrir því að það sé vitleysa. Þannig að
En við þurfum hins vegar að finna upp alls konar nýja hluti til að koma okkur út úr vandanum með umhverfið á plánundinni og hvernig við ætlum að endur þjálfa fólk sem vann í ferðaþjónustu til að gera hvað annað. Við ræðum það í næstu viku. Nú sláum við botninn í þetta í kvöld. Eins og þið heyrið sem að hafa verið að hlusta, það var ekki ástæðulaust að við sitjum hérna öll kvöld og erum að reyna að átta okkur á þessum tímum því að við lifum tíma þar sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn komin vinstra megin við ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, þar sem að Trump raunverulega orðinn sósíalisti við hliðina á Bjarna Benediktssyni. Þetta er flókin staða sem að er eðlilegt að við reynum að ræða og reyna að skilja hvernig þessar breytingar eru, hvort að það sé þannig að kröfurnar sem að voru út á götum úti eftir 2008 kreppuna séu við kannski komin á mandate hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og OECD. Þannig að það er mjög mikilvægt að reyna að átta sig á tímum sem við lifum í því að það getur verið hættulegt að fara út á götu með of gamlar kröfur í dag. Það getur bara ruglað systemið og við getum fengið verri niðurstöðu heldur en á kannski stendur til boða. En ég þakka Ásgeiri Brynjari Torfasyni og Árna Daníel Júlíussyni, mínum elstu gestum sem að byrjuðu þáttinn hérna fyrir 7 vikum og hlustendum þakka ég fyrir þolinmæðina að hlusta á okkur, vera að spjalla og við erum sjálfur að reyna að átta okkur á stöðunni. Við höldum áfram eftir helgi, klukkan 8 á mánudaginn, þá verða hér aðri gestir með svipað umræðefni, þessar undarlegu tíma sem við lifum. Í hádeginu og sunnudaginn verður Ögmundur Jónasson hér með þáttinn Kvotan heim, þar sem hann heldur áfram að kryfja kvotakerfið og raunverulega afhjúpa það hvernig hagsmunir stórútgerðarinnar og almennings fara bara engan veginn saman. En takk fyrir í kvöld og góða helgi.